Þetta er verkefni 24 liður 11 og við ætlum að velja að stilla dálka á þennan texta sem er hér undir fyrirsögn 2 uppsetning heimilda og heimildaskrá. Veljið eða ljómið textann og hér á fyrst að setja inn 1,5 línubil á textann. Ég ætla að rifja þessu upp eða það er hægt að gera það á fleiri en einn máta. Það er flýtileið hér í paragrafinu hér og velja 1,5 hér. Það er hægt að velja að fara inn í paragraf valmyndina og velja line spacing hér. Alveg sama hvað leiðina fyrir. Og það er líka hægt að nota flýtileiðina með því að nota Ctrl-hnappinn og 5. Ekki í númeraborðinu heldur í efstu línunni á hnappaborðinu. Við ætlum síðan að fara inn í paragraf og velja tab, sérna neðst niðri vinstra megin og við þurfum að stilla 2 dálka. Þið sjáu að það eru, ef þið eru með kveikt á paragrafmerkinu hér, þá er það að sjá að það eru 2 örvar hér í textanum sem þýðir að við getum verið með 2 dálka stilla. Fyrri dálkurinn er við 4 cm og hann á að vera miðjustilltur og við stillum á set og hann rekkur hér niður í bóksið. Seinni dálkurinn á að vera við 8,5 cm og hann á að vera hægri stilltur. Sett á það og þá detta þið báðu niður og þá getum við sagt OK og þá sjáum við ef við smellum hér eða skoðum hér stikuna þá er svona öfugt T á hvolfi við 4 sem er miðjustilling og svo öfugt L við 8,5 hérna. Svo skulum við bæta við að hafa miða fyrir ofan þennan texta og þá förum við inn í references, insert caption og hér sjáum við fáum miða mynd 2.1. Við ætlum að hafa töflumiða, þannig við þurfum að velja réttan miða hér og þið munið, ef hann er ekki til, þá búið þið til nýjan og nú fáum við tafla 1. En að því að vorum búin að breyta daginn, þá kom þá myndamiðan en nú á eftir að breyta fyrir töflumiða. Veljum hér numbering, include chapter number, það er heading 1 og svo ætlum við að hafa punktan hér undir. Og þá ættum við að fá OK og þá sjáum við, þá kemur þetta á sama formi eins og þegar vorum að breyta fyrir myndamiðan. OK, við skrifum tvípunktinn og svo textan sem fylgir með höfunda. Munið myndamiðarnir koma undir myndir en töflumiðar yfir töflur. Setjum svo bara undir fyrstu línuna hérna undirstrikk, veljum hérna home og underline eða Ctrl og U flýtileið, komið.